Já, komið sæl og verið velkomin í þáttinn Skrefinu lengra. Í þessum fyrsta þætti förum við víða. Við ætlum að fara í ökuskólann í Mjódd en þar hægt að sækja ýmiss konar nám, námsleiðir og endurmenntun af ýmsum toga. Það þeir Guðbrandur Bogason, Sigurður Steinsson, Þórður Bogason og Sigurður Sigurbjörnsson sem ætla að kynna fyrir okkur þessa víðtæku starfsemi ökuskólans. En að akstri loknum ætlum við svo að fara í tennishöllina í Kópavogi. Þessar mundir eru miklar framkvæmdir í tennishöllinni en að þeim loknum mun aðstaða Íslendinga til tennisiðkunar aukast rúm 100%. En byrjum í ökuskólanum. Já, Guðbrandur, hérna í ökuskólanum í Mjódd. Ökuskólinn í Mjódd, hvenær var hann stofnaður? Sko, grunnurinn var lagður 1967. Já, þegar að ökukennarar fóru til Svíþjóðar til að mennta sig í hægri umferðarfræði. Það svo langt síðan? Það svo langt síðan og þá kom upp þessar hugmyndir og menn fóru svona að spekulera og það endaði með því að þetta var settur á stofn skóli 1967 sem var eingöngu bara til að undirbúa fólk undir bóklegan hluta B-réttinda náms, svona grunnnáms sko. Og svo fluttum við hingað 1988. Það svo langt síðan, það 30 ár síðan. Já, rúm. Og þá breytum við nafn og förum á stað með ökuskólann í Mjódd. Og hver munurinn núna á þessum 30 árum síðan þegar við verið hér? Hver munurinn á námskeiðum? Hefur þetta ekki vaxið dálítið? Munurinn náttúrulega geysilegur. Já. Munurinn geysilegur. Þetta byrjaði bara með stuttum námskeiðum einu kvöldi, síðan voru komin 2 kvöld og í dag eru komnir ökuskóli 1 og 2 sem eru raunverulega 5 kvöld í það heila, svona ef það á að mæla tímalengdina. Já. Síðan fórum við að kenna á bifhjól, fljótlega líka. Já. Og það gekk sína sögu og það var sem sagt númer 2 í röðinni. Síðan gerist ekki mikið þangað til árið 1993 að meiraprófinu, það aflétt ríkis einokun af meiraprófi. Nú? Já, það var einokað af ríkinu að kenna til meiraprófs. Já, þú meina það? Já. En þið tóku svolítið við Keflinu þar, það ekki? Þar tókum við Keflinu 1993. Já. En þetta í rauninni allt gert til þess að allir séu nú með sinn rétt og allir séu öruggir. Já, allt til að bæta ástandið og gera þetta allt saman betra og þetta bara nútíminn og þróun. En Guðbrandur, hér úr ökuskólanum í Mjódd. Nú ætlum við að fara og þú ætlar að kynna mig fyrir nokkrum mönnum sem eru hér, Þórður og Sigurðarnir. Þeir ætla að segja mér örlítið nánar frá. Nánar hvern námsþátt. Já. Og þetta sem sagt ansi mikið af þáttum sem eru hérna. Sigurður, þú heldur svona svolítið utan meiraprófið. En nú töluvert meira en bara meiraprófið. Getur þú sagt mér frá þessum auka námskeiðum sem hægt að taka? Já, við höfum verið hér með núna í allmörg ár námskeið fyrir þá sem eru að stofna og ætla að reka fyrirtæki í atvinnuakstri. Já. Og það eru bæði fólksflutningar, það eru vöruflutningar og eins leigubílstjórar. Já. Þeir sem ætla sér að fara á stað og fá leyfi hjá Samgöngustofu fyrir þessu rekstri þurfa undir nokkuð mörgum kringumstæðum að sækja hér námskeið sem við erum að halda fyrir Samgöngustofu að vori og hausti. Þetta viðbótarnám og í hvað felst þá þetta viðbótarnám segjum að viðkomandi ætlar að vera með einhvern rekstur. Hvað felur þetta nám í sér? Þetta fyrst og fremst bara undirbúa viðkomandi að reka fyrirtæki. Já. Fjármálahlutinn, áætlanagerð og annað slíkt, skattar, gjöld, tryggingar, það sem kemur rekstri fyrirtækisins. Já. Það þetta sem verið að undirbúa fólk fyrir. Þannig í rauninni ekki verið að auka námið hjá ökumanninum, heldur í rekstrinu? Já, fyrst og fremst reksturinn. Ökuréttindin kennum við hér. Já. Og þú getur farið að keyra bíl fyrir hvern sem og gerir það. En ef þú ætlar að kaupa bíl, reka fyrirtæki undir eigin nafni eða stofna fyrirtæki kringum það, þá þarftu þetta að auka námskeið. Merkilegt nokk. Og sérstaklega leigubílanámskeið náttúrulega
Og það veit fólk almennt af hvað eru til margar tegundir af námskeiðum og námum sem hægt að bæta við sig sem ökumaður? Það allur gangur á því. Sumir koma hingað og vita lítið, sumir eru búin að kynna sér máli mjög vel, lesa sér til og heyra í gegnum sín vinnuveitandi eða félaga eða vini. En við erum hér með hæft starfsfólk sem leiðbeinir fólki á réttan stað í þessu. Margir byrja námið, breyta, bæta við, komast að því að það var eitthvað sem vissi ekki. Já. Þannig að það eru allur gangur á því hvernig það virkar. En segðu mér, meiraprófið er ekki bara meiraprófið. Hvað eru til mörg stig af meiraprófi? Við erum með náttúrulega nokkur stig. Það leigubíllinn í fyrsta lagi. Já. Síðan það vörubíll sem eru í 2 flokkum. Já. Eftir þyngd bílsins og sama við fólksflutninga. Það eru 2 flokkar þar. Já. Eftir því hversu margir farþegar bíllinn er skráður fyrir. Þannig þetta eru í rauninni 5 tegundir? Já, svona gróft séð. Gróft séð, það er bara svoleiðis. En varðandi bílana, varðandi meiraprófsbílana, þeir eru ekkert bara risastórir flutningabílar, þeir eru í alls konar stærðum og gerðum. Já, við þurfum alltaf að hafa bíla fyrir hvert flokk fyrir sig. Já. Ef fólk bara að taka leigubílaréttindi, þá erum við með fólksbíl sem fólk tekur ökutíman og prófa á. Já. Við erum með 2 sendibíl sem tekur þá minni útgáfun af farmflutningaréttindunum. Já. Síðan það stór vörubíl fyrir stærri gerðina. Og sama við rútu. Það rúta sem 16 farþega fyrir þau réttindi. Já. Og svo fullvaxnir rútubílar, 55 manna sem eru fyrir þá sem að taka stærri réttindi. Vá. En nú til dæmis eins og bílar sem eru með pall og hafa ákveðna burðargetu. Er fólk almennt að átta sig á því að þurfi meirapróf á þessa bíla? Nei, sér í lagi með minni bílana, samanber pikkubíla suma hverju og aðra slíkt, að þá þarf aukin ökureintu þá. Og þá fólk að taka minni flokkin, þarf ekkert á meira að halda. Þarf að eiga bílinn vegna atvinnu sinnar eða áhugamáls eða eitthvað álíka. Eitt að lokum, hvernig kynjahlutfallið? Það hefur verið ansi mismunandi milli námskeiða, en núna seinni árin eru konur að bæta í. En þetta stundum eru hér 5, 6, 7 konur í einum hóp, stundum engin, þannig að það upp og niður. Það upp og niður, en þetta alltaf að koma? Já, alltaf rétti leið. Takk fyrir. Þórður, þú sérð bifhjólanámið hérna í ökuskólanum, en fyrst og fremst, hvað eru mörg stig bifhjólaprófa? Þetta raunverulega 4 stig, sko. Já. Þegar þú 15 ára getur tekið skellinuréttindi, 17 ára getur tekið A1, sem þá svona bara 105 kúbíkahjól. Já. 19 ára getur svo tekið A2, sem svona cirka 500 kúbík, með svona 46 hestöfl. Já. Eftir 2 ára reynslu, þess að 21, getur svo sem að tekur próf A2 19 ára fyrirgefðu, tekið sem sagt réttinda á A, sem sem sagt á stóru hjólinn, annars 24 ára aldurstakmark á stór bifhjól. Út á hver það? Þetta bara til þess að menn svona fara ekki bara 17 ára á stærstu gerðarhjólum, öflugum og miklum og ef við 17 stöður. Vissulega. Og er þetta ástæðan fyrir því að prófunum skipt svona út af því að yngra fólk að sækja meira í þetta nám? Nei, þetta kemur náttúrulega eins og margt að utan. Já. Þar sem við erum að fylgja bara þessum reglum og það bara gott að menn fái reynslu á minni hjóla áður en þeir fara á mjög stór hjól. Algjörlega. Það hefur bara gefist mjög vel og þetta partur af því að slysum hefur fækkað. Algjörlega. Og hvaða aldur vinsalastur sem að koma hingað og fá prófið? Hvað svona? Það mjög blandað. Við erum alveg með þessa 17 og upp í 60 plus jafnvel sem að koma hingað og taka þessins bifhjólaréttindi. Hafið þið verið að fá fólk í námið sem hefur jafnvel aldrei setið á mótorhjóli? Já, við höfum fengið bara á það sama á öllum aldri. Já. Fólk bara fullorðið sem láta áskjöldrömmin reddast, kemur hingað. Og þannig það í verklegu kennslunni að þá voru menn með hjól í öllum stærðum. Já. Þannig að þeir sem hafa aldrei hjóla fara bara að hjóla á viðráðanlegu hjóli og fara sér á stærri hjól eftir því sem að reynslan og öryggið eykst. Það akkurat svoleiðis. Talandi öryggi, geturðu farið aðeins með mér yfir nokkur öryggisatriði þegar kemur á því að setjast á bifhjól? Já, þau eru ansi mörg sko. Aðalmálið náttúrulega það sem við erum að vinna í svona staðarskóla þetta viðhorfsmóta og vekja fólk til umhugsunar hætturnar sem fylgja því að vera hjóli. Já. Og þá förum við yfir bæði staðsetningu á vegi, aksturslag og hvernig menn að bjarga sér úr erfiðum aðstæðum þar sem að bifhjólumaðurinn verið bráðinn í umferðinni eins og við útskýrum fyrir þeim. Já. Nauðsyn þess að eiga góðan hlífðafatnað og hjóla alltaf með allan búnaðinn, ekki velja sér bara eftir veðri hvað menn nenna að fara í. Akkurat. Og erum þannig í svona svolítið viðhorfsmótandi fræðslu. Já. Og þetta eru 3 kvöld sem þeir koma hingað í mjótina og ég tel að það hafi líka skilað miklu í
færri slysum þrátt fyrir mikla aukningu hjólamanna í umferðinni. Geturðu aðeins sýnt mér hérna nokkur af þessum fína búning hérna? Já, við erum með að sýna þeim bæði þessa peysubrynju sem menn að nota þegar menn eru í kannski enduro, motocrossi og fleira, þá eru menn í peysubrynjum, en síðan hefur það aukist undanfarið með svona þessu hlýnandi veðri og mikilli keyrslu svona innanbæjar að menn eru bara í peysubrynjum og í svo léttari fatnað utan yfir. Já. Og svo erum við náttúrulega með sko bæði leðugalla sem lendi hér, sem lendi í slysi og þurfti að klippa og fatnaðinn utan á, það sem að sjúkraflutningamenn þurfa að gera þegar að þeir nálgast einstaklinga er náttúrulega skoðað og vel og vandlega og þá fatnaður bara klipptur og síðan aftur á móti nýrri týpuragalla og þetta er galli sem er sem sagt með loftpúða. Með loftpúða? Já, sem að þegar viðkomandi flýgur á hjólinu að þá springur út lítill svona gaskútur sem inni sem er endurnýtanlegur og þá kemur upp svona hálskrægi vörn fyrir brjóstkassa og fyrir bak. Þetta er nú hönnun sem búin að vera í þróun ansi lengi og virkar mjög vel en mjög dýr búnaður, hann hefur ekki náð útbreiðslu hérlendis. Nei, þetta er ekkert smá með loftpúða. Nei, en núna er ég sko að horfa hérna á leðrið. Leðrið sko er eitt hérna eftir malbyggið. Já, og svo hlífin fyrir innan. Og hlífin fyrir innan, en samt sko, nú hefur þessi einstaklingur kannski verið svolítið slasaður, en jakkin er ennþá sko jakki. Jakkin er ennþá jakki, hann hefði ekki verið klipptur og skemmtur. Já. En hvernig er með hjálmana? Nú eru til alls konar mismunandi týpur og gerðir af hjálmum. Já, það er sama þar, þeir þurfa að vera viðurkenndir. Við leggjum áherslu á að menn kaupi sér lokaða hjálma. Og það eru hjálmar til að veita bestu vörnina og þú kaupir þar bara, ef þú kaupir dýran hjálm þá áttu að fá góðan hjálm. Já, það er bara svoleiðis. Hjálmur ódýr með alls konar fítusum, hann er ekki góður. En svo fyrir fólk sem hefur kannski aldrei sest á mótorhjól, þá er það með svolítið skemmtilegt hérna sem að ég hreinlega bara vissi ekki að þið væri með, en það eru hermar. Já. Mér langar svolítið að sýna mér það. Já. Og svo fer það bara rólega af stað og svo bara svolítið kvikur sko í... Ó, veitu, náðu þið ekki að skipta það? Nei, það er sko, já, það var. Og nú fórstu yfir á rauðu. Ég fór yfir á rauðu? Ó nei! Glæpakerling sko. Þetta er til dæmis bara til að kenna fólki að skipta gíra. Já. Þú veist að menn átti sig á því hvernig gírskiptingar virkar. Þannig að menn svona fá smá tilfinningu fyrir akstri. Algjörlega. Mikið langt síðan ég hef setið á mótorhjóli. Hann bakkaði bara mér í götu. Þetta er það sem að hjólamenn þurfa að hugsa sko. Já, þú sést illa að það er þoka og þarf að vera tilbúin í slaginn sko. Já, ég segir, nú voru nýjar reglur teknar í gildi fyrir skemmstu varðandi endurmenntun atvinnu bílstjóra. Getur þú sagt mér aðeins frá þessari menntun sem að þið bjóðuð upp á hérna? Já, þessi námskeið þau hérna eru 5 talsins sem að menn þurfa að taka á 5 ára fresti. Já. Og ef ég svona tek þau bara lið fyrir lið að þá eru þessi skipt upp í rauninni 3 flokka, A, B og C. A er það sem allir þurfa að taka, inn í því er vistakstur. Í vistakstrinum þá er svona aðalega verið að horfa á það að menn verði betri ökumenn hvað varðar eyðslu og útblástur. Að minnka útblástur ökutækisins í akstri og hámarka öryggi sitt og öryggi annarra í umferðinni. Og þetta er liður 1, vistakstur? Vistakstur sem allir þurfa að taka. Já. Svo er það lög og reglur og það er svona bara verið að fara yfir lagarammann í kringum hópferðaakstur og vöruflutninga og menn þekki svona lög og reglur í kringum það og þriðja skildu námskeiðið er umferðaröryggi bíltækni og það er svona verið að fara ofan í umferðina og það er hættur sem þar geta skapast. Það er verið að fara yfir umferðarslys og orsakir umferðarslysa og hvað menn þurfa að varast í því og raunin að verða að sýna mönnum hvað hefur gerst til að reyna að koma í veg fyrir að það gerist aftur og Akkurat. Nú erum við komið 3 námskeið og svo er restinn en þessi 2 sem er eftir. Er þetta eitthvað valtengt?
Já, svo erum við með sem sagt B-hlutan í þessu sem eru 2 námskeið, annars vegar farþegaflutningar og vöruflutningar. Því að það er ekki alltaf sem að menn er að vinna í báðum fögunum, þannig að menn geta valið. Sem sagt, ef ég er bara að keyra rútur og hef enga tengingu kannski við vöruflutninga, þá tæki ég farþegaflutningahlutan og það er svona verið að fara yfir þjónustu stig bílstjóra, fagmennskuna og allt sem lítur að bílstjóra sem er að keyra með fólk. Já. En svo ef þú ert að vinna við bæði, þá getur þú tekið vöruflutningana líka og það er svona verið að fara yfir frágang á farmi. Svo er það C-liðurinn, 3. og síðasti liðurinn í þessu, það köllum við valkjarna. Til dæmis ef menn taka bara farþegaflutningahlutan og vilja ekki taka vöruflutninga, þá hafa menn val og við hefum boðið hérna upp á Jökulskólanum í Mjódd upp á skyndihjálp til að byrja með og stefnum að því að bjóða jafnvel upp á námskeið sem að mun heita fagmennska og mannlegi þátturinn. Og skyndihjálp er náttúrulega bara að segja sér sjálft, það er verið að fara yfir grunnatriðin í skyndihjálp sem allir hafa gott að rifja upp reglulega og fagmennska mannlegi þátturinn er svona, þar hafa verið sálfræðingar svolítið og ég fara yfir svona mannlega þáttinn. Nú eiga ökumenn að taka þetta á 5 ára fresti. Hvað er verið að græða hérna með því að hafa þessi námskeið á 5 ára fresti? Menn eru fyrir bílstjórann sjálfan? Já. Hann er í rauninni bara að viðhalda þekkingu sinni og það náttúrulega koma nýjir hlutir inn í fagið. Ný lög, nýjar reglur, nýjar aðferðir. Ný tækni líka? Ný tækni, alls konar hluti. Þannig að þetta er bara ávinningur? Fyrir mér er þetta bara ávinningur og ég hef stundum sagt við hérna, því ég hef nú verið að kenna á einu námskeiðinu og ég hef stundum sagt við bílstjórann að þeir ættu að reyna að nýta sér þetta til dæmis til þess að fá hærri kjör. Akkurat. Þannig eru þeir í endurmenntun á 5 ára fresti og þannig að mér finnst þetta bara jákvætt. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Sigurður. Stólpi Gámar hefur gáma af öllum stærðum og gerðum til sölu eða leigu. Allskyns nýting, allar stærðir. Stólpi Gámar. Ég var alveg til að eiga svona pott bara þegar hún eldri. 4 ára pottu með öllu. Saltkerfi. Virka vel. 2030 er eldklárt. Ferskur, hollur og góður matur á mettíma. Tilbúin í pottinn, pönnuna eða ofninn og þú blómstrar. 2030. Einfalt að elda, sniðugt í matinn. Það er Toyo í kortunum. Hvernig sem viðrar. Toyo harðskeiladekk fyrir öryggið og umhverfið. Nesdekk. Leynist draumafríð í vildarpunktunum þínum? Kannaðu stöðuna og þú gæti verið komið með annan fótinn út í heim. Icelandair. Vilt þú verða markþjálfi? Við hjá Evolvia höfum áralanga reynslu í markþjálfun. Kíktu á evolvia.is. Minni matarsóun og meiri sparnaður. Veldu réttina í þinn matarpakka hjá 12 og elda. 12.is er nýja heimilið þitt hjá Heimavöllum. Yfirlit yfir lausar leigueignir á heimavellir.is. Heimavellir, örugg leiga. Ávextir í áskrift. Aðeins 550 krónur á starfsmann á viku og fyrirhöfn fyrirtækisins er engin. Ávaxtaðu betur, ávaxtabíllinn. Aukið þrek og úthald með Beetroot frá Nature's Aid. Lífrænt rauðrófuduft í hylkjum. Húsumsjón eignaumsjónar er ný þjónusta við húsfélög og rekstrarfélög þar sem eftirlit og umsjón er með sameigninni. Hóptímar í badminton. Tilvalin skemmtun fyrir hópa. TBR. Grilluð útsala. 25–50% afsláttur af flestum vörum. Sjá nánar á grillbúðin.is. Grillbúðin, Smiðjuvegi. Hjá Ökuskólanum í Mjódd færðu allt ökunám. Upplýsingar í síma 567 0300 og á bílpróf.is. Fræðslugreining, námskeið, umsóknir styrki. Fyrirtækjasvið MSS. Öflug þjónusta í fræðslumálum. MSS.is. Langar þig að læra dáleiðslu? Grunnnámskeið hjá Dáleiðsluskóla Íslands, dáleiðsla.is.
Verið velkomin aftur. Í vikunni fórum við í tennis og ég get alveg sagt okkur það af eigin hendi að tennis aðeins erfiðara en það lítur út fyrir að vera en alveg rosalega skemmtilegt. Ég talaði við hann Jónas hjá tennishöllinni og hann ætlar að segja okkur frá þessari skemmtilegu íþrótt en ég talaði líka við hann Nikolas sem að fara að setja á stað ný námskeið með tennisafbrigði sem heitir padel og engar áhugavert. Við ætlum að kíkja í tennishöllina í Kópavogi. Jæja, Jónas, nú erum við hérna í tennishöllinni í Kópavogi. En hvenær var þetta hús reist sem við erum í núna? Þetta var bara í hápunkti góðærisins í 20. maí 2007. Já, það svoleiðis. En segðu mér, hvernig hefur íþróttin vaxið síðan þetta hús kom? Í raun og veru bara hefur þetta hús nokkuð fylgst. Já. Og þannig að því leyti hefur hún allavega vaxið að þetta er fullt en 3 vellir á öllu landinu innanhúsvellir. Já. Það er alltaf mjög takmarkandi fyrir íþróttina. Nákvæmlega. Þannig að vöxturinn verður ekki nema að byggja fleiri velli. Það svoleiðis. Þannig og hvað þá í gangi í húsinu núna? Hvað þið að athafnast? Við erum að stækka minning. Já. Við erum að byggja 2 tennisvelli í viðbót og 2 padeltennisvelli sem svona aðeins minni vellir. Já. Og svona ný íþrótt á Íslandi og má kannski segja að sé svona íþrótt sem svona hálfgerð blandað tennis og skvassi. Það spilaði yfir net en það svona virki í kringum og hægt að nota vegginn. Áhugavert. Og þeir eru að byggja svoleiðis velli núna? Já, við erum að byggja fyrstu svoleiðis vellin á Íslandi. Já, þú meinar. Og hvað með þessari framkvæmd, hvað eru þið þá að stækka mikið í prósentum? Svona rúmlega 100%. En geta allir spila tennis? Já, ég myndi segja það. Já. Við erum með krakka hérna, svo þú sér hérna bakvið, þau eru nú ung þessi, en þau byrjuðu svona 4-5 ára þessi. Já, ok. Og það er svolítið að krökkum á þeim aldri. Já. Síðan erum við með bara fólk hérna upp í, yfir 8 sko, að spila. Það er ekkert annað. Já, og það er hægt að spila tennis alla ævi svo lengi sem heilsan leyfir sko. Akkúrat, það er akkúrat málið. En nú varst að tala um padeltennis, er það ekki? Jú. En þið eru með fleiri tegundir af tennis hérna. Þetta er ekki bara fram og tilbaka? Nei, við erum með svona alls konar prógram hérna. Við erum til dæmis með svona hálfgert tennis-aerobik. Tennis-aerobik? Já, sem að hann Milan, þjálfari hérna frá Slóvakíu, hann kallast Splörgen. Já. Og það er svona mjög lifandi og skemmtilegt og svona þjappar svolítið hópnum saman, og sérstaklega fullorðna fólkinu. Skilði. Síðan erum við með mini-tennis fyrir litla krakka en síðan erum við með alls konar námskeið, byrjandanámskeið fyrir fullorðna, algjöra byrjandur. Já. Allir halda að hinir séu miklu betri en það er yfirleitt bara þannig að flestir eru nú bara svona, flestir hérna í Íslandi eru svona ekkert langt komnir í tennis, þetta er ung íþrótt ennþá í Íslandi. En til þess með því að stækka félagsmiðstöðina hérna, félagsaðstöðina og svona, þá erum við svolítið að reyna að skapa þessa menningu sem er hérna erlendis. Já. Og við erum vonast þess að fólk komi ekki bara til að spila, heldur líka bara til að hitta vini og kunningja og fá sér kannski eitthvað í gogginn og spjalla og þetta er svona félagsmiðstöð, bæði fyrir börn og unglinga en líka, ekki síst fyrir fullorðna líka, sem mér finnst alveg jafn mikilvægt. Sem það er sko. Þetta er nýju völlurinn hérna. Já, já. Nýju vellirnir. Nýju tennisvellinir og padelvellinir eru hérna lengra. Þetta er ekkert smá hús. Nei, hérna geta 4 manns spilað. Að minnsta kosti. Já, að minnsta kosti. En 4 til 8 ef það verður að spila tílaleik. En þetta er svolítið mikið pláss fyrir einn völl. 700 fermetrar fyrir einn völl. Það er gríðarlegt. Já. Það er gríðarlegt. En það verður mjög skemmtilegt að vera hérna á þessu svæði. Já. Og geta þá oft eftir að setja glugga hérna líka. Vera gluggar hérna þannig að þú getur horft líka yfir í hittrýmið. Já. Þannig að hérna getur maður eiginlega svona verið og spjalla og líka séð aðeins hvað er að gerast á völlunum. Það er ofboðslega skemmtilegt. Þú fylgst bara með vinum og börnunum sínum. Já, algjörlega. Fylgst og krakkar mæðingu. Já. Jónas, hérna í tennishöllinni, hvað er tennishöllinni að þjónusta mörg félög? Sko það eru hérna 6 íþróttafélög sem æfa hérna. Tennisfélag Kópavogs og síðan Víkingur, Þróttur og Fjölnir. Tennisfélag Garðabæjar og tennisfélag Hafnarfjarðar, eða BH. Og það eru svona 600-700 mann sem er að spila hérna í hverju viku. Að lokum, Jónas, spilar þú sjálfur? Já, ég spila oftast í hádeginu. Já.
3 viku allavega. Já. Og hérna, þetta bara skemmtilegt sem ég geri. Ég bara stenst ekki mátið. Hann Ómar Páll, 9 ára gamall drengur, búinn að skora á mig í tennisleik. Ég verð að taka þessar áskorun, gott fólk. Ok. Úps. Þetta er ógeðslega gaman. Hvernig gefur maður uppgjöf? Bara svona? Svona, já. Úps. Það er ekkert hlaupið að því að spila tennis. Þetta lítur kannski út fyrir að vera rauðar. En það er það ekki. Þetta er mjög erfitt. Okay, Nicholas, what are we holding here? What is this? Yes, this is a paddle racket. Paddle racket? Yes, exactly. And what is paddle? Yeah, well, paddle is a racket sport. Yeah. And basically it's a mix, you would say, from tennis and squash. Yeah. It's played with, as you can see, if you compare it with tennis, it's a completely different racket. Yes. So it's made of foam and different components, yeah. Mostly flexible. You told me you were from Argentina. Yes. This paddle is very popular there. Can you tell us a little bit about the the popularity of paddle around Europe? Well, in Europe it's very popular, yeah. And especially in Spain, it's very popular there, and in Portugal as well. Yeah. But because it's very popular in Spain, so it is slowly started to catch up in other countries visiting, from travelers coming to Spain. They got to know paddle, and basically England is at the moment very popular, and other countries as well, like Italy, France, for example, they both have professional paddle players. So Sweden as well is picking up very quickly. That's good to hear. You are making 2 paddle courses outside, and these will be the first paddle courses in Iceland. Absolutely. Are people excited to try it? Absolutely. I've been sharing this really good news to my network and friends. Yeah. And they're already asking me every week when the court's going to be ready. It's basically a sport that anybody could play it. Yeah. So from small kids to more adults, senior people. It's really easy to learn the rules. With like I was saying, with basic skills, you start learning or playing paddle in 30-40 minutes. Já, búist við því að þessi frábæra aðstaða verði tilbúin í kringum sumarið og þá er bara að gera að skella sér beint í tennis. En þátturinn er ekki lengri að sinni. Við hittumst aftur að viku liðinni sunnudagskvöldin hérna á Hringbraut og þá förum við saman skrefinu lengra.